Raufarhöfn er einn af þeim mörgu stöðum á Íslandi sem hafa notið góðs af auknum ferðamannastraumi til landsins, en talsverð uppbygging hefur átt sér stað í tengslum við ferðaþjónustu á staðnum. Nú til dæmis búið að gera upp gamla kaupfélagshúsið og var það í sumar opnað sem gallerí og kaffihús undir nafninu Kaupfélagið. Þar að finna ýmiss konar handverk frá ólíkum stöðum á Íslandi, en framkvæmdir standa þó enn yfir og frá og með næsta vori stefnt að því að Kaupfélagið opni einnig sem veitingastaður. Það eru þau Kristjana Rannveig Sveinsdóttir og Snæbjörn Magnússon sem standa að Kaupfélaginu, en þrátt fyrir að vera hvorugt frá Raufarhöfn þá hafa þau aldeilis látið til sín taka á síðustu árum, en í viðbót við Kaupfélagið þá reka þau 2 gistiheimili á Raufarhöfn. Ég kom hérna einhvern veginn í heimsókn til að heimsækja systir mína og þá spurðu mig að því hvort ég væri komin á uppboði til að kaupa hérna gamla Kaupfélagið. Ég sagði allt í lagi, geta alveg gert það í leiðinni út í að geta það ekki gera. Og það endaði þannig að ég fór út á uppboðið og keypti þetta hús og síðan einhver 10 ár síðan. Síðan beið húsið bara vegna þess að ég var þá í öðru og ég sagði þetta að breyta þessi í kaffistofu þegar ég var gamall og hérna svo er húsið búið að vera svona í kvöldundan við það. En sko fyrir tæpum 2 árum þá byrjaði ég á fullu að rífa út úr húsinu, breyta því og breyta því í þetta sko. Það var svona, en þetta sem átti nú að vera svona bara lítið í ellinni, það er greinilega fara svolítið yfir höfuð því að þetta eru 350 fermetrar og þetta er orðin sko stór stað. Við tökum 80 manns núna alveg í mat. Nú það hefur verið að opna kaffistofuna betur á vori og gallerið hjá Kittu, það er törgúrstæð. Þá eftir innita málingar vestaði á bakvið hérna í húsinu og það er niður í kjallaranum verður námskeiðahaldskjallari sem er náttúrulega í fullu smíðum. Það er svona, má segja að ég er eiginlega svona 6 mánuði má snemma á ferðinni til þess að sjá alla óskapinu. Það er samt gaman að kíkja yfir þetta eftir á. Svona byrjaði þetta. Þið hafa staðið yfir hér geysilega miklar framkvæmdir. Já, hér er búið að rutta öllu til og smíða og mála og hann var náttúrulega heiðurinn af því, alveg ótrúlegt hvað hann er búinn að framkvæma hérna og meðan hef ég séð að láta gistiheimili rúlla en hann á hérna heiðurinn af öllu hérna inni sko, alveg frá A til Ö. Óhætt að segja að Snæbjörn og Kristjana séu með marga bolta á lofti. Já, við erum með gistiheimili Sólsetur og sem er hérna á Víkurbraut, hérna niður við sjóinn. Og svo höfum við verið að reka í sumar gistiheimili hérna í Klifahúsi eða gistingu, hérna upp í Klifahúsi hérna sem er hérna aðeins norðan við bæinn. Nú eru þið hvorugt frá Raufarhöfn. Af hverju völduð þið þennan stað til að fara í þessa miklu uppbyggingu? Það er ótrúlega, sko, má kannski segja það að þetta er gríðarlega fallegur staður og mjög spennandi og ég er nú svona vetramaður frekar og hérna, ég á uppruna minn á Þingvallasettinni, kuldanum á klakkanum og hrauninu og þetta fellir mjög vel. Svo rekst ég ekki í þéttbýli, sko, þannig ég er mjög góður í dreifbýli. Og ég er svona alveg ágætur svona bara út í hornið sko, þannig að ég ekki á mikið að fælast fyrir öðrum. Og svo þegar Kitta kom hérna og fór að halda málverkasýningu og þá var náttúrulega dæmið alveg fullkomið sko. Þá var ég búinn að sjá að þarna ég var ekki alveg seinasti mannöðurinn sem ég hugsaði öðruvísi í heiminum, þannig að saman fer þetta rosalega vel. Já, má segja að þetta ekki sameini ykkur, þið eru bæði svolítið að geta sinnt ykkar hugðarefnum hérna á þessum stað. Já, alveg eiginlega bara, þetta passar vel fyrir okkur bæði og við vinnum mjög vel saman og ég bara gat ekki að hrifist af þessum krafti í honum og þetta að láta ekkert stoppa sig og ég hef svolítið gaman líka af svona áskorunum. Þannig að mér finnst þetta að vera alveg bara, þetta er bara draumur. Hvernig hefur gengið hjá okkur? Nú eru þið með þetta gistiheimili og kaupfélagið. Hvernig var til dæmis sumarið? Það var vantarlega mikill ferðamannastraumur eða hvað? Það var mjög gott og er gott ennþá meira að segja. Það er alveg ótrúlega hvað mikið að ferðamannu og kannski komið hann svolítið óvart núna undanfarið að
að ferðamenn sem komið ég horfði alltaf á alla þessa fuglaskoðara sem myndi koma, alla þessa fugla, alla þessa kyrrð og jú, þá komið og taka myndir og fólk gisti heimili alveg niður í fjöru og menn getur bara tekið fuglamyndir út úr glugga, en það allir ljósmyndarnir sko sem hefur ekki verið markaðsett á og mér ekki kunnugt það. Þeir koma hérna og til þess að ljósmynda sko, stoppa, ljósmyndar hjá okkur daginn, hún var að taka fyrir Toyota, hann var alltaf í 2 daga og hann pantaði tíma og gisti heimili í vetur því að hann komið nokkra daga og vera með fleiri með sér og það eru fleiri ljósmyndar búin að koma og eru búin að tryggja sér tíma á ári, á réttum tíma og þetta kom hann svona ofan, maður stundu gleymir maður því sem að því við lifum í sko þessu, eins og við segjum sjávargnýi, grjóti, kuldan og við bara föttum það ekki að þetta akkúrat það sem að menn hrífast af og við vorum hérna daginn, það var ráðstefna, 64 manna ráðstefna hérna á Raufarhöfn í 3 daga, norðurslóð, þannig að við eigum von á því að við séum að fá meira af þessu fólki sem að hrífst af þessu grófa eða þessu kalda og snauða. Svo náttúrulega má líka það segja það sem að er að koma Raufarhöfn alltaf meira og meira á kortið og þar var svona annar svona bjartsýnismaður, svona svipaður og Snæbjörn kannski, það var hérna hótelstjórinn sem var hérna og byrjaði með heimskuðsgerðið og það er greinilega alltaf að vaxa meira og meir að áhuginn hjá fólki að koma og sjá þennan stað og það þykir bara sérstakt að vera þarna, fara þarna upp í heimskuðsgerðið og taka myndir, bæði sólarmyndir og norðurljósamyndir þannig að þetta er hérna hlutur sem eða staður sem að Raufarhöfn er bara og ég hef trú og við höfum nú trú á því að muni vaxa meðal annars með þennan gimstein hérna hjá okkur.